Og þá það 8. dagskrárliður það eru bæjarstjórnarfundir í júlí og ágúst 2018, lögðu fram tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar í samræmi við vinnulag undanfarinna ára og hljóða tillagan svo: í samræmi við 4. málsgrein, 8. grein og 5. málsgrein 33. grein samþykktra stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar samþykki bæjarstjórnar frá og með 1. júlí til og með 31. ágúst 2018 verði sumarleyfi bæjarstjórnar, ekki verða haldnir fundir í bæjarstjórn á framangreindu tímabili nema þörf krefji eða þriðjungur bæjarfulltrúa krefjist þess. Jafnframt bæjarráð á þessum tíma heimilu fullnaðar afgreiðsla þeirra mála sem það telur nauðsynlegt að fá afgreiðslu og lög mæla ekki gegn. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við minnihlutanum eða ég fyrir hönd minnihlutans sendi breytingartillögu sem var á þá leið að sumarleyfi bæjarstjórnar yrði til eða frá og með 1. júlí til og með 17. ágúst og næsti bæjarstjórnarfundur verði þá 21. ágúst. Okkur finnst rík ástæða til þess að fá bæjarstjórn fyrr til starfa heldur en í byrjun september og ástæðarnir eru kannski helst að það eins og hefur komið hérna fram að það eru heilmörg mál sem að þetta ræða og það miklu gáfulegra og vitrænna og eðlilegra okkar mati að það sé gert á opnum fundi en ekki í lokuðu herbergi eins og bæjarráð vinnur innan. Þannig að við leggjum til að það verði breyting á þessari tillögu á þá lund að sumarleyfi bæjarstjórnar verði frá og með 1. júlí til og með 17. ágúst 2018. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur lokið máli sínu. Fram komið breytingatillaga frá fulltrúi minnihlutans sem hljómar svo: í samræmi við 4. málsgrein 8. grein og 5. málsgrein 33. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar samþykkir bæjarstjórn frá og með 1. júlí til og með 17. ágúst 2018 verði sumarleyfi bæjarstjórnar. Ekki verði haldnir fundir í bæjarstjórn á framangreindu tímabili nema þörf krefji eða þriðjungur bæjarfulltrúa krefjist þess. Jafnframt bæjarráð á þessu tímabili heimiluð fullnaðar afgreiðsla þeirra mála sem það telur nauðsynlegt að fá afgreiðslu og lög mæla ekki gegn. Þeir sem geta samþykkt breytingatillöguna vinsamlega skifið merki. Breytingatillagan samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.